Já, sæl á ný. Það komið nýju gestir og við ætlum að ræða áfram svona pólitíkina aðalega. Róbert Marshall sem aðstoðarmaður borgarstjóra, Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR og Ásta Lóa Þórsdóttir, þingkona fyrir Flokk fólksins. Verið velkomin. Því að við ætlum að ræða svolítið pólitík. Að byrja þá í gær þegar að Sigurður Ingi Jóhannsson tilkynnt hann alltaf ekki að sækja sig til endurkjöri. Var ykkur hissa? Ég var ekki hissa, sko. Ég held að Sigurður Ingi skynsamur maður. Ég held að hann var alveg átt sig á því að það væri ekki vænlegt fyrir hann að bjóða sig fram aftur. Þannig að ég var ekki hissa, nei. Nei, ekki ég. Nei. En samt var ég með langt viðtalið hérna fyrir viku og hann alveg samkvæði spurði, hann vildi ekkert segja sem eðlilegt hann náttúrulega tilkynnir þetta hjá sínu flokksfólki. Já, ég meina að þú segir auðvitað bara það er bara when you're in the game, you're in the game og svo bara þegar þú ert hættur, þá hætturðu og það þýðir ekkert að vera með einhverjar yfirlýsingar það að mögulega kannski ætlum maður að hætta þannig að ég skil það mjög vel en ég held líka að hans staða hafi verið orðin mjög þröng sem svona í þessari stöðu með bara hvernig flokkurinn hefur að mælast hann búinn að líka eiga bara alveg ágætis feril með mörgum lífum og maður kannski já, maður bara segja svona eftir á hann bara búinn að eiga gott rönn eins og maður segir. Já, hann búinn að halda flokknum mikið í ríkisstjórn og hann kallar síðustu 10 ár kallar hann framsóknar áratuginn. Já, ég myndi ekki gera það en auðvitað myndi hann gera það en já, ég held að staðan hafi bara einfallega verið orðin þessi hjá framsókn að þetta var svolítið augljóst. Var það ekki formaður framsóknarflokksins svona smá óvart? Hann bauð sig fram á móti í formanni. Já. Það einn af fáum sem hefur fellt sitjandi formann í stjórnmálaflokki. Já, hann lendir svolítið í þessu, sko. Já, hann tekur við keflinu. Já, fólk sem kemur að máli við hann. Hann ábyggilega óvæntasti forsætisráðherra sem við mátt. Það reikna engin kortir áður að hann yrði forsætisráðherra. Nei, sjálfsagt ekki. Ég hugsa það sé rétt. En náttúrulega hann kemur þegar Sigmundur Davíð í vintrismálinu og allt í klessu í honum. Svo kemur flokksþing og þá sem sagt keppar þeir formennskuna. Já, það sem að gerist þarna er að Sigmundur svona einangrast frá þingflokknum. Hann einangrast líka svolítið frá bara landsbyggðinni og ég held að pressan á Inga að sem sagt bjóða sig fram og halda áfram hafi verið þannig að hann hafi metið stöðuna að það væri réttast að gera það. Þannig að Sigmundur eftir hans óvænta brotthvarf þarna í Ventris og Panama skjalamálinu sem að var svolítið kunstugt svona í pólitísku samhengi að þýleitinu til að hann fór á þess að nokkuð tímann segja af sér á þess að nokkuð tímann útskýra stöðuna hann bara einhvern veginn steigti hliðar og sagði aldrei neitt og enginn í raun og veru vissi hvað þetta var sko og ætlaði svo bara til þess að geta komið aftur og sagt ég var með heitt kaffi í könnu á borðinu, hvað það? Það bara haldið áfram eins og ekkert hafi í skorist sko. En Sigurður Ingi sagði fyrir viku þá sagði hann að hann hafi búið sig fram í háskólabíófundinum að til að framsóknarflokkurinn færi ekki þá leið sem miðflokkurinn á núna. Að það var að stöðva framgang Sigmundar Davíðs til að hann færi ekki með flokkinn þangað sem að miðflokkurinn Var Sigmundur Davíð farin að tala svoleiðis eins og miðflokkurinn gerir þá? Ég man ekki eftir því. Eða sérstaklega ég svo sem man ekki alltaf. Já, svona ýmismerki það var til dæmis framboðið í Reykjavíkurborg 2014 eða ekki. Það sem var svona eiginlega þá þótti svona nýjunga var svona með útlendinga andúðarsvip. Helsta málið var eiginlega að það ekki byggð moska undir Ráðhúsborginni. Og það var ýmismerki sem voru komin áður. Já, það glitti þetta víða á þessu kjörtímabili 2013-16 og ég ætla bara svona að halda til haga Sigurð Inga til tegna sko að þegar tilraun var gerð til þess að gera svona útlendingamála kosningamáli í síðustu kosningum þá var það svolítið hann sem að sagði að drap það bara og sagði það bara ekki stemming fyrir þessari umræðu
En eins og oft þá sem að stígu fram og drepur eitthvað, þá dó hann í leiðinni. Kannski ekki út af því samt. Nei, en hann náði að það var ekki honum til fylgisaukningar. Nei, en hefði eitthvað kannski orðið til fylgisaukningar á þeim tímapunkti. Ég held bara þau voru komin í svona frekar veikastöðu, þóttu hafa svona, voru einhvern veginn inn á milli í ríkisstjórn og höfðu ekki, og það var náttúrulega bara hellingur af innanmeinum í ríkisstjórninni sem var, þannig að þú veist, það var mál frá ráðherrum voru að festast inn í þingflokkum og svo framvegis. Og ég held að ég er ekkert viss að neitt hefði sjálfur sér orðin til fylgisaukningar, sko. Þegar kostningur á 2013 fáið 25 þingmenn. Já. 19%. Já. Það var náttúrulega... En það skilaði ekki meiru en kannski raunbar vitni, sko. Það var náttúrulega mjög sérstakar kosningar. Fyrsta lagi vegna þess að Sigmundur Davíð færi eiginlega úrskurð eftir dómstólsins held í 3 viku fyrir kosningar sem túlkaður þannig að hann hafi eftir rétt fyrir sem allir rangt. Þannig að það eru kannski svona 7% stiga fylgissveifla sem til hans alveg á lokametrónum. Svo náttúrulega ígir það aðeins þingmannafjöldan að þetta eru kosningarna þar sem að flest dauðaatkvæði falla niður. Þarna var flokkur heimilanna, þjóðvaki, lýðræðisvaktin, Þjóðvaki, nei, hvað heitir það þarna? Dögun. Ekki 2013. Nei, ég er svo ástæðlega, ég man ekki neitt. Nei, ég man ekki neitt. 2013, það eru ég held að séu 6 þingmenn sem að hverfa eiginlega og þeir fara fyrst og fremst til Framsóknar. Ég held að Framsókn fá eiginlega fylgi var ekki til þess að fá 24 þingmenn, sko. Fylgi var kannski til þess að fá 21. Þannig það var aðeins mikið með Sigmundi. En þetta er staðan sem hann tekur samt við í flokknum. Hver heldur það taki við? Erfðaprinsarnir og erfðaprinsessurnar, þær eru allar eiginlega fallnar. Fjall á þingi, Willum og Ásmundur Einarinn og hættur í pólitík. Lilja er utan þings. Þannig að það er erfitt að sjá hvað Framsóknarflokkurinn ætlar að gera. En það eru nokkru farnir að máta sig í þetta eins og Einar Þorsteinsson. En ég menn, hann er í mjög veikri stöðu í Reykjavíkurborg. Ég segði hann það. Hann segir hann hefur aldrei skorast undan ábyrgð. Nei, en sagði nú samt að sér sem borgarstjóri. Er ekki Halla Hrund líka nefnd? Halla Hrund er búin að taka fyrir þetta. Hún er ekki hafa stuðningin inn í flokknum. Nú er það. Ég held að þetta verði nú, og Lilja hafa nú eftir stuðningin í flokknum. Ég myndi nú halda það, sko. En ekki út á meðal manna. Nei, ég þori ekki að fara með það. Nema listamanna, hún er ekki stuðning með listamanna. Ég sá Lilja Dögg var að halda því fram að þetta myndi breyka með flokkinn að vera með formann utan þings sem er mjög nýstárleg skýring á því. Ég held að það sé ekki góð stað að vera í fyrir stofn. En ég hef alltaf dáðst að þrautseigju Framsóknarflokksins. Sko, það er bara þeir hafa verið í lægstu lægðum, sko, og þá eru bara birtist fólk og það eru kosningar og þá bara náði möppuna og svæðisfélögin koma samt saman, sko. Og hræri vöflur og þú veist og koma 3 í kosningakaffið og bara samt gerir þetta, sko. Þessir innviðir Framsóknarflokksins eru frekar imponerandi og munu vafalaust hjálpa þeim í því sem framöndan er. Já. Og þeir eru miðjuflokkur undir ríkisstjórn sem er miðjuflokkar. Já. Róttækur miðjuflokkur, sagði ég veit ekki hvað flokkur fólksins hvað. Við skilgreinum okkur bara til málefnum. Þið eru ekki miðjuflokkur. Og ekki hægri og ekki vinstri? Nei, við skilgreinum okkur eða málefni, við bara horfum á málefnin og það getur stundum verið aðeins til hægri og aðeins til vinstri og eitthvað þannig, sko, við viljum bara horfa á þetta, hvað er best fyrir fólki. Hvað líður rannsóknarskýrslu Heimirann? Já, henni bara líður ekki neitt. Það er nú bara þannig. Nú erum við í stjórnarmeirihluta. Já, nú erum við í stjórnarmeirihluta, en engan síður, þú þarft þingmeirihluta og þetta er eitthvað sem að mjög mörgum þingmönnum virðist ekki hafa fundist vera áríðandi og ég kannski hef ekki svo sem á þessum stutta tíma sem við tókum við af ýmsum ástæðum ekki verið að ýta sérstaklega og eftir þessu síðan en það var alveg greinilegt að það var ekki stuðningur fyrir þessu þinginu en ég tel þetta alveg nauðsynlegt þarna hrunið var 17 ára núna fyrir nokkrum dögum og í þar síðustu viku ef maður rétt
og það þýðir að ef þetta væri nú manneskja og þetta komið með bílpróf og verið fullorðið á næsta ári og það hefur bara ekkert ennþá verið gert upp. Það var gerðar rannsóknir á orsökum hrunsins, það hefur ekkert verið gert upp hvernig farið var að eftir hrun, varðandi heimilin eða varðandi lánasöfnin eða neitt, það hefur engin svona rannsókn farið fram. Þorsteinn Sæmundsson búin að reyna þetta mikið? Nei, það bara varðandi íbúðalánasjóð, það var algjörlega bundið við það. Við viljum þetta á miklu breiðari grundvelli og þetta þyrfti að verða rannsóknarskýrsla Alþingis og þá þarftu, þú veist, og það er náttúrulega bara svolítið batteri og það hefur ekki verið fylgi með því. Ég minntist nú á þetta í ræðu sem ég hélt á daginn eftir afmælisdag hrunsins að þetta hefði ekki ennþá verið gert upp. Mér finnst þetta bara mjög alvarlegt mál. Það er bara svona látið eins og öll þessi heimili og við stöndum bara fast við þá tölu. Þau voru að minnstakosti 15.000 fjölskylduna sem mistu heimili sín. Eða heimili sem fóru til bankana með annarkvort uppboðum, það voru 10.000, það er staðfest og svo viljum við meina og eða við vitum að minnstakosti jafn mörg fóru í gegnum samninga við bankana og þannig að varlega áætlað voru þetta 15.000 heimili og þeim er bara svona sópandi teppið eins og óhrunni börnunum hennar Evu aldrei fengist viðurkenning á því að nokkur rangt hafa átt sér stað eða allar þessar þjáningar sem þetta fólk fór í gegnum og það finnst mér bara ekki ganga og það verður að fara í gegnum þetta vegna þess að þetta má aldrei gerast aftur með þessum hætti. Mér finnst það mjög mikilvægt. Ég hef stundum verið næstu því að skoða þetta. Ég man einu sem fór ég hringferðum landið og talaði við leigjendur og maður er ekkert komin langt þegar maður allir átt að segja á því hvað hrunið hafi gríðarlega áhrif á margar fjölskyldur. Þarna var fólk sem hafði mist húsnæði sitt eða börn fólk sem hafði mist húsnæði sitt og voru eiginlega þar landi komið svona út af húsnæðismarkaði og eins og hefur komið fram að það er bara þrautinni þyngra að komast inn aftur nema að hafa stuðning foreldræðina eða einhverja ættingja eða slíkt. Þannig að hrunið verður til þess að gríðarlegur fjöldi fólks er eiginlega hrakið svona út á jaðar svona efnahagslífsins og ber sitt bara ekki. Mér finnst að við höfum að skoða þetta bara endilega og ég skil ekki af hverju það ekki gert. Ég held að það séu bara of margir á of mörgum stöðum sem að litu of oft til hliðar til þess að það sé þægilegt að skoða þetta. Sem vilja alls ekkert að vera gert. Og svo náttúrulega bara er ekkert að neita því að það eru teknar ákvarðanir og þær eru meðvitaðar á ákveðnum stöðum innan kerfisins og það vill enginn að það sé rannsakað. Ég bara held í start og stöðut fram, það var bara ákveðið að fórna þessum heimilum fyrir fjármálakerfið og þegar talað var þessa frægu Skjaldborg, hún var það, svo ég stundur sagt, það var bara byggt virki í kringum þessi heimili og svo var bara bönkunum stilt upp á og þeim gefin skotfærin og þau bara skutuði niður hvert og fætur öðru og það var nú bara þannig sem þetta virkaði. Þannig að en ég er nú búin að ræða þetta svo rosalega oft en samt eins og Gunnar Smári er að nefna að þetta hefur svo langvarandi áhrif. Ég meina, börn fólk sem lenti í þessu, ég ætla bara að segja, ég bara veit það að til dæmis að mínir synir, þeir eru bara mjög erfitt með að taka lán. Þú veist, fyrir húsnæði, þetta er bara guð minn góður, hvað gerist næst, skilurðu, það er bara ákveðin áfallastreitur öskun og ég líka held að það sé engin tilviljun að það er kringu svona 2014 eitthvað svoleiðis sem að kulnun fór að vera svona almenn og algeng og þá er fólk kannski annarkur búið að tapa eða hvernig sé það, eða jafnvel búin að fá hugsanlega, einhverjir búin að fá einhverja lausn og þá, þú veist, það er svo oft, þú stendur baráttuna og svo hrynur og þar fór fólk að hrynja, bara hvert og fætur öðru og hvað viltu verið gert? Gerðu rannsókn á því að skrá saman svo skaðan af hruninu. Við skulum bara byrja á því. Ég kannski veit hann, ég er ekki sem að allir sem eru að horfa okkur að hlusta við þetta. Já, ég meina það þarf að fara frá rannsókn á því hvernig það gat gerst að í rauninni var bara tekin staða gegn heimilin landsins. Og við erum, kannski ekki alveg á sama hátt, en við erum samt að horfa upp á bara núna í dag, bara það að litið er á, það eru heimilin sem alltaf eiga að taka öll högg á sig og meðan fjármálakerfið er varið. Og við erum að horfa núna að komin daginn umboðsmaður skuldari væri með áspiðlista. Þetta eru innan gæðslega breiðubökin sem er að taka á sig að ná jafnvægi út af verðbólgu sem að
Já, ég veit ekki hvort ég á að byrja þar, sem hefur alltaf verið betra lækkin, hefur samt lækkað úr 10,7% í 3,8 eða í kringu 4% núna, sem eru efri vikmörk Seðlabankans. Hann vil náður niður í 2,5 og býtu, það að kosta, þú veist, ég reiknaði það daginn að ef að, sko, í eðli sínu er 4% verðbólga það að þú borgar 4.000 krónur meira ef þú ert með 100.000 krónur útgjöld, 20.000 krónur meira ef þú ert með 500.000 krónur útgjöld. Og að ná niður í 2,5 þýðir að þessi auka útgjöld lækka 1.500 krónur og fyrir það að fólk að vera að borga 200-500.000 krónur á mánuði til þess að lækka, þú veist, ég næ ekki upp í þessa hagfræði, ég er bara svo þakklátt fyrir að vera ekki hagfræðingur, vegna þess að ég bara, þú veist, þetta eru svo einföld sannindi í mínum huga og fólk komið á þolmörkum, bara, þú veist, og miklu fleiri heldur en þeir sem að leita til umboðsmanns skuldara, það það síðasta sem fólk gerir, það að leita aðstoðar. Þannig að, já, ég veit ekki... Ég var nú bara ekki að sko draga fram sko hvaða afleiðingar þetta hefði haft og hversu langvarandi þetta högg í fjölskyldum og fer eftir frá kynslu til kynsluðar. Ef menn vilja eitthvað svona jákvætt þá getum við tekið til dæmis áhrif verkamannabústaðana á fjölskyldusögu þeirra sem þar fengu útlutað. Þar heyrðu ótrúlega sögur hvað það hafði mikil áhrif á fjölskyldunar að komast í örugt og ódýrt húsnæði og bara umbreytti algjörlega lífinu og það sögur sem þú getur rakið alveg fram til 1930 og alveg þangað til að vera að útluta síðustu verkamannabústaðanum upp í Grafarvogi, það sem eru bara ótrúlega fallega sögur, það sem að einstæð móðir með 2 börn, allt í komst í skjól með sína fjölskyldu og allt breyttist, þetta linnulausa sem að var í lífið þeirra, óttinn við að missa húsnæði, þurfa að flytja milli hverfa, allt í hvarf. En það verið að skrifa þessar sögur í Bjargi-íbúðafélagi. Nákvæmlega. Það verið að skrifa þær í Bjargi-íbúðafélagi. Sem betur fer. Það ekki fallandi að fólk segir loksins á ég heimili. Kannski búin að vera að halda heimili kannski í 10, 15, 20 ár. Svo bara loksins á ég heimili. Engin ótti maður þurfa að fara út í næstu viku. Þetta það sem að unnið að í Reykjavíkurborg líka, að búa til möguleika á fólk að komast í húsnæði, búa til færi á því að það séu byggðar íbúðir sem að fólk hefur efna á. Þannig að það sé ekki bara allt hagnaðardrifið og sé ekki bara markaðurinn út af því að það er svolítið merkilegt að upplifa það, ég er bara rétt að venjast titlinum aðstoðarmaður borgarstjóra en ég er samt búin að vera í þessu núna í 1,5 mánuð og sem met, ekki? Já, nei, Já, kannski, ég veit það ekki. Nei, ég held ekki. Þetta sama sagan allstaðar í öllum borgum. Það skortur á húsnæði og skortur á húsnæði fyrir ungt fólk og fyrir fólk sem hefur minni efni. Þannig að þetta ekkert eitthvað einskorðað við Ísland og Reykjavík og það sem maður velti fyrir sér og það sem allir klíma við hvernig getum við flýtt þessari uppbyggingu þannig að við séum ekki að brjóta alþjóðlega reglur útboð og auglýsingaskyldu og sanngirnislög og annað slíkt og þá veltum maður fyrir sér erum við búin að setja okkur þannig girðingar að við getum ekki lengur brugðist við félagslegri neyð þeirra sem minnst með þessu meiri skyldur gagnvart fjármagninu þetta fólki það eiginlega alveg út í það svoleiðis og þá þurfum við bara að velta fyrir okkur hvernig getum við breytt þessu út af því ég var á þingi í hruninu og ég var í forsætisráðuneytinu í COVID og ég veit að íslensk stjórnsýsla getur verið mjög lipur og hugmyndarík og skapandi þegar þörfin er fyrir hendi og ég held að það sé bara þörf fyrir íslensk stjórnvöld að horfa í það hvernig það geti stytt sér leiðir í þessum efnum. Núna náttúrulega húsnæðisópur að fara að skila sér niðurstöðum núna í þar næstu viku held ég og nú Ragnar Þór sem hefur leitt það starf þannig að ég er nú að vona að hann hefur nú mikla þekking á þessu, ég er að vona sem mest af hans tillögum náu nú í gegn þó ég þekki þær ekki allar en það er nú verið að vinna núna eftir þeirri stefnu þarna Flokksfólksins að líka fara að ryðja svæði í Úlfarsárdal og fara að byggja þar og það finnst náttúrulega skipti gríðarlega miklu máli og það náttúrulega hefur skortur á uppbyggingu. Það alveg allavega á Reykjavíkur eða Stór-Reykjavíkursvæðinu hvernig sem ég ætla ekki að fara út í einhverja pólitík með hver hefði átt að gera eða eitthvað en það hefur verið skortur á uppbyggingu á húsnæði sem að fólk að sækja eftir og það og ekki allt og dýrt. Það hefur verið byggt allt og mikið og svo ofboðslega dýru húsnæði og svo dýrum svæðum þar sem allir ætla að ná
öllu út úr... Kannski bara skiljanlegt treysta að sé síðustu. skortur á uppbyggingu vegna þess að markaðurinn hefur verið að uppfylla þörf þeirra sem að hafa nægan pening til þess að geta keypt á opnum og óheftu markaði en hinn sem er í húsnæðiseklunni, það er enginn að byggja fyrir þau nema Bjarg. Nei, það er rauninni ekki skortur á uppbyggingu vegna þess að það er, sko, nýjar framkvæmdir hafa aukist í Reykjavík 75% af þessu kjörtímabili, það eru 2700 íbúðir í byggingu núna. Já. Og það sem að meirihlutin hefur verið að leggja mest áherslu á núna frá því að hann tók við einmitt þessi uppbygging í Ólafsárdal og hvernig hægt er að komast sem fyrst í það og það glittir undir einmitt með samstarfi ríkisstjórnar en meirihlutans í lausn á þeim í þeim málum, þannig að vonandi sjáum við bara svona fyrstu teiknum það er líka mikilvægt að það komist sko á koppin ekki, við vitum auðvitað að þetta tekur tíma en bara það að það sé tilkynnt að þetta sé að fara að gerast hefur kælandi áhrif á markaðinn og dregur úr dregur niður verðið, þannig að það er bara svoleiðis. Sko, nú er verið að klára eða langt komið að byggja fyrstu blokkina á svona bensinstöðarlóð sem er við Snorrabrautina og ég las í morgun það að 100 fermetrar íbúð að þar bara í braskgjald sko með lóðina að þá þarf, sá sem kaupir 100 fermetrar íbúð þar, hann þarf að borga 16 milljónir í braskið. Það er búið að fara á milli eigenda, byggingarétturinn og þetta kostar þetta. Það þarf ekki að stoppa þetta brask með byggingaréttin. Að einhver fær byggingaréttin og honum ber að byggja, hann er ekki byrjað að byggja innan einhvers tíma, að þá bara skila honum inn og þá bara einhver annar að fá hann. Ekki að þessir aðilar geti verið að braska svona með þetta. Og þetta er alveg stór hluti af vandanum, það er engin spurning. Og ég held líka bara með uppbygginguna alveg, og ég segi þetta alveg með, ég er mjög glöð við 75% aukningu, ég held bara þetta að byrja allt og seint. Og nú náttúrulega var ég formaður Hagsmunasamtaka heimilin og þau voru byrjað að benda á þetta löngu fyrir mína tíð sem formaður að það stemdi í skort og það þurfti að byggja þá 2000 íbúðir á ári og það bara var ekki farið nálægt í og það kom meira að segja frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem þá hét Íbúðalánasjóður ekki löngu fyrr sko að ég held 2016 að það vantaði einhverjar 2000 íbúðir á ári samt var það ekki gert og núna erum við að byggja 2000 íbúðir á ári og þá eigum við eftir að vinna upp allan þennan hala í rauninni. Það er auðvitað í þessum bensinstöðamálum rosalega mikið af svona mögulega kannski. Þá eftir að skipuleggja þessar lóðir að flestu leyti. Það eru auðvitað mjög misjöfnum stöðum gagnvart olíufélögunum. Þetta eru 44 lóðir sem þarna var verið að semja Það er gríðarlega mikilvægt að stjórnvald eins og Reykjavíkurborg sé ekki að taka svona lóðir eignanámi af atvinnulífinu, hvaða starfsemi sem þarna er. Ég held að markmiðin sem voru þarna baki, allir séu sammála þau. Við erum að koma heilsuspillandi og óumhverfisvænum og jafnvel hættulegri starfsemi út úr íbúðahverfunum. Og skýrsla innriðendurskoðunar sem var birt núna í vikunni bara leiðir það í ljós að auðvitað hefði mátt gera ýmislegt öðruvísi þarna og betur og það eru mikilvægi punktar en markmiðin sem allir voru sammála og aðferðafræðin sem allir voru líka sammála hún gekk bara eftir og það er uppi staðið hvaða verðmæti var verið að afhenda olíufélögunum, það er allt bara svona mjög mikla getgátur og mögulega kannski sem ekki hægt að kannski besta. Það er nú tiltölulega einfalt að koma með nálgun á því hver er hagur þeirra að fá þessar lóðir til uppbyggingar og það er þetta bara miða við aðra þéttingareiti. En varðandi þetta hver er hagur þeirra að því að hafa starfsemina áfram þarna kannski sumt til 50 ára í viðbót. Já, sumt að renna út og svo erum við að fara að skipta fyrir rafmagn þannig að það getur verið að þú getur ekki verið að halda ykkur bensinstöðu ef það verður minni ásókn. En varðandi 16 milljónuna því að fólk, þetta eru síðustu peningandi sem koma ofan á, þetta er lagt ofan á byggingakostnaðinn og fólk þarf að taka lán fyrir þessu og það borgar það tvöfalt tilbaka á 40 árum og það er álagið á þessar íbúðir er á mánuði þá 67.000 krónur á mánuði sem er lagt ofan á brask álag. Svo er fólk að velta fyrir sér svona skattahækkunum og annað slíkt. Þú veist að sömuleyti þá við getum ekki borið hennan auðvaldið sem er að græða hana og brask og okrið. Við getum bara ekki borið það lengur því að það er að taka til sín miklu meira heldur en eru innviðagjöld eða skattar sem fólk er að borga. 67.000 krónur á mánuði í 40 ár. Þetta er bara ekki hægt að bjóða fólki upp á þetta. Nei, það er ekki hægt. Sammála því. Þá komum við, svo ég bara nefni, því að það er nú mitt uppáhaldsmál, það eru vaxtahækkanirnar
það myndi engum stjórnmálamanni dett í hug að bjóða upp á svona skattahækkanir eins og hægt bara að sitja á með pennastriki af embættismanni sem að fyrirgeðu svo ég segi það, enginn hefur kjörið og ber í rauninni, þú veist, og með mjög, svo ég segi bara, mjög einstrengingslega sýn á hvernig eigi að laga hagkerfið. Það með bara laga eitthvað hagkerfi með því að í rauninni leggja þetta allt á heimili landsins á meðan að í rauninni þau ætti að vera undirstaðan í hagkerfinu. Þá meina ég, og ef að heimilin ef að fólk fyrir að missa heimili sín sem að ég búin að vara við núna í mörg ár og við gætum bara verið að fara að horfa upp á að því að fólk bara komið yfir þolmörk fyrir löngu að þá til hvers að þá unnið. Þannig að þú veist, og eins og ég segi, þú veist, þetta eru bara mörg 100.000 og svo rífast stjórnmálamennum 5.000 krónur til eða fráleiku við í skattahækkanir. Þú veist, þetta mér finnst þetta aftur meika bara ekki sens. Svo ég sleppi. Við erum mjög blandað félag. Það er fólk sem er á lágum launum og svo bara upp úr allu. Kannski ekki upp úr allu en já, við erum með frekar breytt tekið bíl. Háttu, skulum við segja. Já. Já, en heyrir þú þetta að fólk sé að bugast undan? Já, heldur betur. Og það er algjörlega rétt sem Ásthildur Lóa segir, að það er verið að pína lántakendur alveg svakalega og Seðlabankinn er hreinlega búin að segja að hann ætlar ekki að hætta að krysta fyrir núna takst að krysta þau sem hafa fært sig yfir verðtryggt lán og eru búin að mála það fólk upp sem eitthvað sérstætt vandamál í íslensku samfélagi því að þau hafa náð að standa í skilum með því að færa sig yfir verðtryggt lán sem Seðlabankinn kallar að viðhalda kaupmætti sínum og sem það er ekki, hefur fólk bara að reyna að standa í skilum og og þannig að þetta er ofboðslega þungt fyrir margar fjölskyldur og þessi hávaxtastefna er núna búin að vara í 3 ár og meðan lágvaxta tímabilið sem að allir dásumuðu og Seðlabankastjóri sagði komið til að vera var í 2 ár. Þannig að og mér finnst alveg ágæta sem kemur fram sko að við erum rosalega fljót að kenna lántakendum stöðuna sem þau eru í. Sem búa samt í, þú veist, heimi, segjum að þó hefur fest vextina innan fyrir 3 árum síðan eða rúmum 3 árum síðan á 50 milljón krónar láni sem er bara svona eðlilegt lán, eða var það þá, nú þarftu að taka ennþá herra lán og síðan voru þeir fastir í 3 ár og svo núna kannski í janúar losnuðu þeir og greiðslubyrðin var að fara minnir að tölurnar okkar eru sýnt upp kannski 170-80 skall og og þetta er alveg rosalega fjárhæðir sem að fólk er að það voru líklega hærri, ég held að við höfum reiknað þetta út að þetta verið samanlagt 320.000 krónur í tekjur sem að þyrfti. Mér minnir að því ég reiknaði þetta nokkuð sinnum að það sé 160, með við 4% vexti, þá sé vaxtagreiðslur að 50 milljón krónur láni 167.000 krónur og þegar að þetta er miðað við kannski 8,1% vexti sem eru núna, að þá eru þær komnar í, ef ég man rétt, 350. Allavega en að það. Já, þetta eru rosalega hækkanir og þetta hleypir á milljónum á ári og einhvern veginn finnst bara samfélaginu þetta bara sjálfsagt. Já, það er það sem ég nefnilega er að berjast gegn. Ég bara get ekki sagt með þetta sem sjálfsagt. Þetta á ekki að fara á lántakendur þegar það þarf að draga úr þenslu í hagkerfinu vegna þess að þá er þetta að lenda á þeim sem er mest skulda og minnst eiga á meðan hinir eru stikkfrí. Sem að í rauninni, þetta fólk sem mest skuldar og minnst á, það er ekki að valda þenslu. En hvernig er með þetta fólk? Sækir það meiri í sjúkrasjóði? Er það einhverju sem bugast og verður þarf að þykja þjónustu frá félaginu? Það er náttúrulega staðin í VFR eins og í öðrum stéttarfélögum að sjúkrasjóðurnir okkar það er talsvert mikið að vera hjá þeim. Ég held að ég ætla ekki að sitja hérna og þykjast geta búið til einhverja einlíta skýringu á því hversuna það er. Við sjáum vöxt í því að fólk er í andlegum veikindum. Við sjáum auðvitað við séð þessar kulnunar bylgju nánast og og það er, þú veist, sjúkrasjóð stéttarfélagana náttúrulega eru ofboðslega mikil trygging og velferðarþjónusta og við erum að sjá að það þeir eiga sumir erfitt með að standa undir öllum sínum verkefnum. Já, með þeim afleiðingum að fólk veikist. Já, náttúrulega sjúkrasjóðinu veiki ekki fólk en ég er bara að segja sko að bara mikil og alvarleg veikindi vinnandi fólks eru bara frekar mikil staðreynd sko.
og auðvitað höfum við miklar áhyggjur af því og fjárhagslegar áhyggjur eru auðvitað með því erfiðasta sem þú áttu í lífinu og þeir eru komin með sko óttan að þakið þitt yfir höfuð og öryggið þitt og heimilið þitt og heimili barnanna þennan sé undir, þá það eru rosalega fáir sem rista það bara einhvern veginn af sér og halda áfram eins og ekkert hafi í skorist. Þannig að þetta eru raunveruleg og risastór viðfangsefni og mér finnst þetta ætti að vera megin viðfangsefni stjórnmálana að finna út úr þessum húsnæðismálum. Algjörlega, sammála því. Ég nefnilega held að, ef ég má grípa orðið, að og þetta er náttúrulega sá málaflokkur sem ég mest að vinna en ég held að þetta sé bara kjarninn í rauninni öllu og undirstaða velmegunar bara í rauninni að finna út úr því að húsnæðiskostnaður sé, við skulum segja ekki meira en kannski 1/3 af viðmiðin af ráðstöfunartekjum eða eitthvað þess áttar og vegna þess að þá leið þá rýmkar fólk og bara það tilvíðan fyrir að vera bjartari leið og það gerist vegna þess að við erum búin að búa til þjóðfélag þar sem að það er bara stærsti hluti þjóðarinnar liggur við alltaf frá, hann sér aldrei fram úr neinu og það er allt í lagi, ég hef oft sagt, það er allt í lagi tímabundið, þú ert kannski að kaupa þig nýjan bíl eða eitthvað, þú veist, eða húsnæði, að þú horfir fram á næstu hálfa ári þá þarf ég að halda svolítið í það, en þetta er bara orðið lífið, alltaf og svo heyrði maður á kennarastofunum í gamla daga þá var farið að tala hvað verður nú erfitt og matur og dýr og það kom alltaf einhver og sagði en hafið séð hvað fólk er að kaupa það er bara fullt af keksi og svona í körfinni hjá því og ég man að ég einhvern tíma sneri mér að viðkomandi og í því tilfelli og sagði bara og af hverju má fólk ekki kaupa sér keks skilur þú veist af hverju á það að vera luxus sem að þú mátt þú veist, ekki leyfa þér. Við eigum að geta leyft okkur það, hvað svona keks eða eitthvað annað. En þegar að fólk lifir þannig, bara alltaf, það er alveg sem að hvað það gerir, það er alveg sem að hvað það leggur á sig, það sér aldrei fram úr neinu, þá á endanum, þá missir það móðinn og ergo En það er náttúrulega oftast þeir sem eiga alveg yfirdrið nú að keksi sem tala svona sko. Já, svo er það. Þeir sem fara til útlanda 7 sinnum á ári og móralisir yfir einhverju fjölskyldu sem vil fara í 1 frí ári sko. Svo er nákvæmlega, þetta er alveg rétt sko. Þannig að, já. Og ég held þegar ég hugsa tilbaka, það hafa alveg verið þannig. Já, ég bara, 100%, ég meina það er engin spurning sko. Það er fólk er alltaf að horfa á okkur aðra og reyna móralisir yfir þeim og þetta er bara sammála, þetta er óþolandi tilhneiging og við sjáum þetta mjög víða. Já, ég er enda með aðra umræða sem við sjáum þetta mjög mikið en við komum kannski henni eftir. Það er betur settu þegar vilja setja almúanum lífsreglur sem þeir fara ekki eftir sjálfur. Almúin borði minni keks en þeir gúffa mikið keks. Og sé meira með börnunum sínum, svo ég tæki aðra svona hita umræðu þar sem að þú verður mjög var við þessa, eða verður mjög vör við þessa. En eitt varandi húsnæði, datt inn á eins og gerist þetta á Facebook eitthvað fréttir. Það varum lífvænlegustu borgir í heimi og þar er Kaupmannahöfn efst. Það er til dæmis mjög gamalt og traust húsnæðiskerfi sem tryggir húsnæðisöryggi. Síðan kemur Vín, það sem er gríðarlega öflugt húsnæðiskerfi og svo labbaði ég svona aðeins niður og fór að reyna hvort ég geti lesið mig til þetta. Enginn allra þessara borga var það að þau leyst húsnæðismál sín með einhverjum hætti. Við hins vegar búum og höldum að við getum fengið gríðarlega góð lífsgæði og gott samfélag án þess að leysa húsnæðismálin sem er einhver ótrúlega dæluhugmynd. Alltaf sé ykkur svona þessi þotnjóð verktakar eða hvað þetta heita sem að stýra hér aldrei húsnæðisuppbyggingu meira og minna að þeir komi með lausnina. Það hefur hvergi gerst í heiminum. Hvað er þetta að gera þér? Það var nú frétt úr verktakarhéranum að einn þeirra var að kaupa sér Bentley sem er eitthvað rosa dýrir bílar. Sem kostar eins og einu íbúð? Já, kostar mjög mikið. Og síðasti sem átti Bentley sem ég veit til á undan honum það var Karl Wernersson og Jónir heitinn Ben var eins og einhvern ósátt við hann og skrifaði grein með frábæri fyrirsögn er Bentley góður í snjó Þetta er eitthvað stöðutátt þetta er ekki þannig leikskólana við vorum að ræða leikskóla í fyrirlutunum svolítið en villu ræða leikskólana? Já, ég vil helst ekki tala neitt annað en húsnæðismála leikskólamála og núna erum við líka kortur í kvennaverkfall og það er reynda búið að vera hluti af kvennafrídeginum í ár verður svona söguganga þar sem að verður gengið fram hjá stöðvum í ég held að þetta verður við Lækjargötu og af því og síðan svona sérðu Bríeti og svo sérðu baráttunum fyrir leikskólum á einu stað og einu stað verður Feministafélag Íslands sem ég var nú félagi í og mjög virk innan
og við hittust nokkrar í gær og vorum svona undirbúa og rifja upp bara hvað var þetta feministafélag eiginlega, hvað var það sem við vorum að gera og kíkja yfir þau gögn sem við áttum og minningar og svona og þetta, og það alltaf þessi tveir megin þræðir, það annars vegar baráttan gegn ofbeldi, gegn konum og síðan fjárhagslegt sjálfstæði kvenna og stundum tengist þetta, því að konur þurfa náttúrulega að vera fjárhagslega sjálfstæðar til að geta losa sig undan ofbeldi oft og en það alltaf þessi tveir þræðir sem svona alveg bara megin efnið í öllu sem að þarna var að verða að brasa og mér finnst alveg ægilegt að núna einmitt á kvennaárinu eins og komum það fram í fyrri hlutanum hjá okkur þá sé við í slíkri varnarbaráttu fyrir leikskólana að ég hefði bara ekki trúað að ég myndi einhvern veginn bara þurfa að gangi gegnum það sko á minni ævi. Við vorum alltaf svolítið mikið á þessum tíma þegar við fórum að stað með feministafélag, við vorum alltaf í sókn, vorum alltaf að keyra á og við náðum í gegn einhverju lagabreitingum og við náðum í gegn vitundavakningu og við börjumst gegn nektardanstöðunum og svona ýktum staðalmyndum í fjölmiðlum, löndum á fjölmiðlafólki fyrir að vera ekki með nóg margar konur og eitthvað svona, og við vorum alltaf í sókn, og núna finnst mér við bara vera í blússandi vörn fyrir hluti sem ég held ekki við varum komin á það stað með að væru sjálfsæðir og mér finnst þetta ægilegt. Það það og það mikið ágefni og það þetta líka bara fullt tilefni til þess að fara aftur í mjög mikinn bardagaham í þeim efnum út af því að annars verður bara bakslag. Við sjáum það í umræðunum bara jafnrétti, réttindastöðu hinsegin fólks mjög víða. En haltu ekki að tala bakslag sem að koma frá meiri hlutanum í borginni? Nei, það í leikskólamálunum. Já, í leikskólamálunum þá við þetta að það verið að reyna að brúa bil þar á milli kröfunar 42 stunda vistun á viku og síðan styttingu vinnugurinnar sem vinnutími upp á 38. Þannig að þar verða að reyna að búa til aukinn fyrir sjáleika sem bæði gott fyrir rekstur leikskólana og gott fyrir foreldra að sjá hver hinn raunverulega þörf og þær aðgerðir sem að gripið hefur verið til á þessu kjörtímabili hefur séð okkur stytta eða minnka biðlista fyrir 12 mánaða og eldri 40% á milli ára. Það stór vandið auðvitað vegna innivistar á mörgum af þessum leikskólum sem verið að taka í gegn og það auðvitað slæmt. En það líka svona uppbyggð erðasynd og vanrækslusynd sem við erum að vinna niður halan á og þetta það frústrerandi og leiðilegt en það líka til undirstrikunar það að við þurfum svolítið að láta pólitíkina í borginni og í sveitafélögunum snúast það hvað fólkið þarf og hvað börnin okkar þurfa. Frekar heldur en að hún hefur dálítið snúist það hvað borgirna þurfa eða hvað sveitafélögin þurfa og hvernig við þurfum að hafa skipulaginn og svo framvegis. En við þurfum að laga þetta að bæði þörfum þeirra sem þurfa þessa þjónustu og þeirra sem eru að vinna hana. Og tillögurnar sem við höfum verið að fjalla núna eru þverpólitískar tillögur úr þverpólitískum hópi sem eru í samráðsferli núna. Sem að hluti af þverpólitíkin búin að hlaupa frá þegar í stað. En mig langar bara að segja að ég held að það sé gott að taka fram Róbert það sem búið að vera að gera í leikskólamálum og stytta biðlista, það búið að stytta vinnuvikuna, búið að fækka börnum á starfsmann, búið að gera fullt af hlutum og það verið að reyna að laga húsnæði eða eitthvað slíkt og ég sé ekki betur en í þeim mjög svo takmörkuðu gögnum sem við fáum frá Reykjavíkurborg, við sem höfum að móta okkur afstöðu til þessara tillagna að þá helmingur leikskóli Reykjavík sem málin eru bara í sem virðast bara verið nokkuð góða málum sem börn ekki send heim og það stóð þannig að börn hefur verið send heim í helmingi leikskóla á einhverju tilteknu tímabili líklega okkar leikskóli þar á meðal og ég hef þurft að sækja barnið mitt einu sinni þá klukkan 15:30 þannig að það ofboðslega margir leikskólar virðist vera þar sem að málin eru bara, þetta bara í ágætis höndum og gengur ágætlega
En það sem að gerast núna með þessum tillögum það í rauninni verið að elta Kópavogsbæ og meirihlutinn í Reykjavík er að gera sem sagt pólitík sjálfstæðismanna Kópavogi að sinni pólitík sem að minnst líka svolítið sérstætt og það er búið að telja sko bæði starfsfólki og foreldrum trúum að það sé ekkert hægt að gera annað fyrir leikskólana en að verðstýra foreldrum eða stýra þeim annars með verðstýringum og hins vegar með svona sektarkennd. Það sé eina sem er hægt að gera og ég er búin að fá fregnir af þessum fundum sem er verið að halda með foreldrum í fulltrúum foreldraráða í borginni og þar inni eru stjórnendur leikskóla líka og ekki einn einasti stjórnmálamaður að þeim er skilst, heldur bara embættismenn frá borginni og stjórnendur sem og ein lýst þessu fyrir mér, hún sagði þau hefði alveg getað sest ofan á okkur. Þessar tillögur eru ekki smíðaðar út frá þörfum foreldra, ekki smíðaðar í samhengi við vinnumarkað, ekki smíðaðar af virðingu gagnvart þessari sögu sem nær langt aftur fyrir leikskólana, yfir í dagvistunarheimilin og dagheimilin sem voru byggð upp þegar Ísland var að kaupstaðavæðast sko, og börn voru gangandi sjálfvalan göturnar og lendandi fyrir bílum og eitthvað annað slíkt sko. Og einhvern veginn þaðan sprettur þetta kerfi. Þetta er algjört sko krúnundihásn á Íslandi. Þetta er það sem að fer eitthvað í áttina því að gera okkur fjölskylduvænu samfélagi. Ég hef ekki heyrt einhverja rosalega kröfu 42 stunda vistun. Ég veit alveg að það 42 stund opnunatími, kannski það sem átt við meira. Vistunatími barna hefur svona aðeins byrjað að dragast saman þegar foreldrar hafa meiri sveigjanleika og mér finnst það bara þurfa að vinna með þessu kerfi og vinna með öllum sem að því koma og bara kalla eftir því að borgin endurskoði þetta, hlusti á okkur sem erum að tala fyrir hönd vinnandi foreldra og á okkar varnaðarorð. En þetta er í samráði? Þetta er í samráði, þetta eru þverpólitíska tillögur, alveg rétt sem að Halla segir að þeir sem að stóðu að þessu, kannski ekki þeir sem að voru inni í þessum starfshópi, en fulltrúar þeirra síðan í oddvitar, Sjálfstæðis og Framsóknarflokks voru mjög fljótir að hlaupa undan þessu samráði og þykjast ekki kannast við neitt af neinu í þessu og finnast þetta, vildu helst eignast og eigna sér þessa vinnu að morgni en töldu þetta algjört klúður að kvöldi. Þannig að kannski sáu þau bara ljósið, þannig við hennan dag. Það geti verið, en við okkur sem höfum verið að fjalla með þessu tillögur verum við mikla ánægju meðal leikskólakennara og ég trúi því að það verði hægt að gera að hinnan endanlegar tillögur í þessu verði þannig að sem flestir geti verið sáttir við þetta og það er það er verið að reyna að brúa bil þarna og það er verið að reyna að koma til móts við þessa gríðarlega mikilvægu þjónustu og að mæta vanda sem að hefur verið viðvarandi í mörg ár og áratugi á Íslandi. En vandanum er svolítið mætt með því bara að velta vandanum áfram. Og það finnst mann svolítið skrítið að það sé ekki svona vilji í þessu samfélagi að því að þessi vandi er svo búin að vera augljós lengi. Það er búið að vera vandi með leikskólan lengi og það er, einhver leit er það að svona ábyrgðin á börnum frá fæðingarorlofi til leikskóla er einhvern veginn í lausu lofti. Sveitarfélögin eiga að bera þetta en þau hafa kannski mismunandi stöðu til þess. Má ekki gleymast að sveitarfélögin standa misjafnlega. Þannig að þetta er kannski verkefni sem að ríkisvaldið ætti að taka líka koma að með einhverjum hætti. Til þess að finna einhverja lausn sem að það er ekki þannig að við erum með vanda starfsfólksins, flytjum það yfir á foreldra og vandi foreldrarna fer þá eitthvað annað. Sjúkrasjóði stéttarfélagana. Ég veit ekki hvað það verður. Já, mér langar svona aðeins að og ég ætla alveg að taka undir allavega flesta því sem þið hefur sagt. Það er ekkert sem kemur upp í hugan annað en ég ætla samt að hafa flest svona til varnar. En sko leikskólinn, hann er samt ég bara minna það, hann er ekki fyrst og fremst fyrir foreldra, hann er fyrst og fremst fyrir börn. Og það hefur bara þrengt að mörgu leyti mjög að starfi leikskóla á undanförnum árum. Það bara meina ég álag gríðarlega mikið á starfsfólki, það er allt þetta sem að við ég þarf ekki að fara í hér og við vitum og það er eins og það þurfi kannski að taka örlítið skref líka örlítið tilbaka og bara svona leyfa, og leita núna alvöru lausna. Þetta er náttúrulega líka bara þessi hringrás sem við kannski vorum að ræða áðan. Fólk þarf að vinna langa vinnudag á Íslandi og það er kannski líka það. Við þurfum að skoða það og við þurfum að
lækka húsnæðiskostnað, svo fólk þurfi ekki að vinna svona lengi og þurfi ekki endilega allan þennan langa vistunartíma og þá er ég ekki bara að tala um að það er lenda á konum. Þannig að við erum líka þarna í þessari hringrás og svo náttúrulega er það þannig og það er náttúrulega gallið með það að við ætlum að fara að láta fólk borga, foreldrar borga meira við þurfa að aukna vistun, það er mjög hætt við að það lendir mest á þeim sem eru í lægst launuðu vinnunum af því að þau hafa ekki sveigjanleika til þess að hlaupa fyrr eða breyta til og svona, það þarf að passa rosalega upp á það og ég vil bara hins vegar samt, þú veist, það er samt alveg þannig að það er gríðarlegt álag á starfsfólki í leikskóla og það er bara þessi veikindi til dæmis sem eru mjög mikil hjá starfsfólki í leikskóla eru bara vitnisburður það. Þannig að það er eitthvað sem er bara ekki alveg að virka inn í þessu öllu og við þurfum kannski öllítið að stíga tilbaka og leyfa þessu, þú veist, bara aðeins taka andan og þróa þetta eða svona laga þetta svolítið. Já, ég má samt grípa það, sko, þetta með, og ég er alveg sammálaður, þú veist, og auðvitað þarf að horfa rosalega heildstætt á þetta og hugsa bara allar ákvarðanir sem hafa verið teknar lengingu kennaranáms, fjölda barnanemenda, að sé aðalega eitt leyfisbréf, að sé aðalega ein svona viðurkennd fagstétt inn í leikskólanum sem mannar það ekki nema einhvern var hluta, auðvitað þarf að horfa á þetta allt saman og það þyrfti að vera, það mætti nú gjarnan vera alveg svona 10 spretthópar sko sem að tækju þetta en þessar breytingar sem eru að verða á sveitarstjórnarstiginu og hafa orðið í öðrum sveitarfélögum og munu mögulega verða í Reykjavíkurborg þó ég vona ekki þær mun ekki ganga tilbaka eitthvað, þú veist, þegar það er búið að horfa á þetta. Og að því við vorum að tala á þannig, þú veist, það eru þessar áhyggjur af lægst launuðu hópnum og þá segja sveitarstjórnar yfirvöld alltaf, já, við munum veita þeim afslætti og við munum tekjutengja þá. Af vísu í Kópavogi þá er svona ofboðslegir afslætti gagnvart hópum sem eru eiginlega ekki í Kópavogi af því þeir búi ekki þar, sko. Og þú veist, sá hópur sem að þau eru skilgreina sem hóp sem á rétt á einhverjum afslættum og er ekki, alla jafna ekki fullvinnandi fólk. En ég vil líka segja að við vorum í umræðinu áðan lántakenduna og kostnaðinn og hvernig við erum að fara með unga fólkið. Þetta er sami hópurinn og á að taka þessar hækkanir á sig núna. Og það getur vel verið að fólk sé með millitekjur, sér með millitekju heimili, en þegar skuldirnar hafa farið, eða sko þegar vextirnar hafa farið upp eins og vorum að lýsa þennan áðan, fyrir bara venjulegt fjölskylduheimili. Þetta er ekki fólk sem er að kaupa sér sko einbýlishús og Arnarnesinu með heitapotti. Þetta er bara venjulegt fólk sem býr bara í einhverju venjulegri íbúð, vinnur venjulega vinnu, er á millitekjum. Þau ættu að geta haft það bara fínt, en þau hafa það ekki og við ætlum að pína þessa hópa meira núna til þess að koma til móts við áskorunina sem eru í leikskólanum og bara sem formaður bara stærsta stéttarfélagslandsins og náttúrulega stærsta félags ungs fólks á landinu þá veist við getum ekki annað en sagt nei þetta gengur ekki, þið megið ekki gera þetta og þið verðið að hlusta á þetta fólk og það verður að hlusta á unga fólk og verður að hlusta á foreldrina og heyra hvað þau eru að segja og þau eru að segja þetta er okkur í megn. Leikskólanir eru ekki fyrir foreldrina en þeir eru það líka og velferð barna verður aldrei skilin frá velferð foreldra og þegar þeir voru settur á laggirnar þá var þetta uppeldislegt, mentalegt, þjóðarslegt. Snýrist allt atvinnuþátttöku sem er eins og hæsta. Þú veist, við erum með frábæra hluti hérna og ef við breytum þeim í einhverju svona bríaríi sem að vilamerki hefur aldrei verið fjallað í lýðræðislegum kosningum af því að við höldum bara að sé ekkert annað hægt að gera og bara verða að gera það núna. Þá erum við að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif langa tíð. Ég verð að segja, sko, mér finnst gríðarlega mikilvægt í pólitík, hvort sem að það er á sveitarstjórnarstigi eða á landsvísu, að við séum að vinna málin þannig að við finnum út úr því hversu langt við komumst með þverrpólitískum hætti. Mér finnst líka gríðarlega mikilvægt að mál séu kynnt þannig að þau séu í samráðsferli. Og mér finnst mjög mikilvægt að það sé hægt að taka þroskaða umræðu kosti og galla þegar slíka tillögur eru lagðar fram án þess að tala sig það eins og þetta sé hin endanlega útfærsla. Án þess að vera með blammeringur að þetta séu algjör uppgjöf þarna sé verið að fara pína þessa og setja á herðnar á hinum og allt sé ómögulegt. Ég held að þetta sé bara rétta leiðin til að taka umræðina í samfélaginu. En þetta eru tillögur sem búnar að gangi gegn í öðrum sveitarfélögum sem að við höfum mótmælt allan tíman og greinilega fyrir daufum eyrum. Þetta er engu að síður ef þú berðir þetta nákvæmlega saman við Kópavogsleiðina. Það þýðir ekkert að stíga fram einhverja tillögur og vera svo bara hissa á því að fólk verða eitthvað æst yfir því að stjórnmálin setja þau fram. Kópavogsleiðinni, þá er þetta bara langan veg frá því.
Já, það segir bæjarstjóri Kópavogs líka, en þetta ekki langan veg frá því vegna sem verið að nota sömu stýritæki. Það er verið að reyna að mæta áskorun á leikskólana með því að fækka börnum innan veggja þeirra og nota til þess verðstýringar. Ég segi bara, ef þið getur ekki haft opið eftir 2 föstudögum, lokið þá. Þú veist, ekki segja, já, við ætlum að hafa opið bara að þú þarft rosalega á því að halda á það. Er í raun og veru slæmt fyrir barnið þitt og þú eru að borga 50 skall. Þú veist, þetta sko skilaboðin sem er verið að senda foreldrum, álagið sem er verið að setja á þau, að þurfa þá að fara á vinnustöðan og bara, heyrum, má ég hætta klukkan 2, ég skal vera heim í 12 í kvöld, alltaf hverju einasta föstudagskvöldi. Þú veist, þetta er ekki boðlegt. Já, ég er alveg sammálaður því. Það er verið að reyna að setja ákveðna hvata inn í kerfið með þessum tillögum. Það gerir ráð fyrir því. Í sumum tilfellum er það örugglega ekki eitthvað spurning eitthvað samviskubitt eða ég sé að gera eitthvað rátt eða ég sé að vista barnið mitt of lengi eða eitthvað slíkt. Heldur er það bara, já, ok, ég gæti mögulega gert þetta svona og það myndi koma miklu betur út fyrir mig. En Halla, hvað viltu gera? Ég sjá að skrifstofur Reykjavíkurborgar þeir loka kl. 14:30 á föstudögum, ekki leikskólarnir. En hvað viltu gera? Já, sko, ég verð að segja að það var sagt að stytting vinnuvikunnar ætti ekki að kosta neitt og líklega var það vitleysa þannig að það ákvaði og segja núna hún á ekki að kosta neitt nema fyrir foreldra. Og ég er bara ekki tilbúin að taka það á, til þess að mitt félagsfólk beri þær byrðar og fullvinnandi foreldrar á Íslandi og það eru milljón hlutir sem er hægt að gera, það er milljón hlutir sem er búið að vera að gera sem er ekki einu sinni komin reynsla á þennan leikskólana. Þessi umræða er keyrð áfram mjög mikið af náttúrulega einhver hluta stjórnmálamönnum og líka af stjórnendur leikskóla og ég skil alveg, starf þeirra er erfitt. Veist, og það er erfitt á hverju einasta hausti að þurfa að auglýsa alla stöður þeirra ófaglærðu sem eru í vinnu hjá þér, segja við þau, ég get ráðið til árs í senn og sjá hvað gerist. En er í alvörunni eina leiðin að velta þessu yfir á foreldra? Ég held ekki. Og hver er hin leiðin í það sem ég er að spyrja? Það er náttúrulega, þetta er alltaf sett okkur. Ef þið ætla að vera mótið þessu og verða að koma á annað betra. Ég vinn ekki inn á leikskóla og ég er ekki með algjörlega í fingum gómunum hvernig staðan þar er. Sveitarfélög verða þá verja meiri peningum í uppbyggingu leikskólanna. En ég þekki fullt af fólki sem vinnur á leikskólum og ég er með barn á leikskóla og ég veit að það er fullt af góðum leikskólum á Íslandi og það er fullt af góðum stjórnendum í leikskólum á Íslandi og ég myndi segja farið til þeirra, spyrjiði hvað er það sem gengur vel, hvað er þar sem gengur vel en hugsiði aðeins út fyrir þrönga ramma sem bæjarstjórinn í Kópavogi búin að búa til. Jú, mér finnst það, auðvitað. Okkur ætti ekki með það. Það er eins og það sé á að gera þetta án þess að kostinni. Kannski borga fyrir styttingu vinnuvíkunar. Kannski þarf bara að gera það. Borga fólki yfirlega. Þetta er bara verið að reyna að leita leiða til þess að vinna þetta með fólki á Arnarnesi sem að þú ert að lýsa sem er kannski með fjármagnstekjur að það fer með barnið sitt í leikskóla og borgar ekkert útsvar til síns sveitarfélags. Því það er ekki útsvar á fjármagnstekjur. Það er ýmislegt sem má gera. Og svo eru verið alltaf íta sveitarfélögunum í því við tölum um áðan með braskið. Það er verið að íta sveitarfélögunum í að selja allar íbúðir á uppboði til þess að afla tekna vegna þess að sveitarfélögin hafa eiginlega engar tekjustofna. Og það er bara sjálfstætt vandamáli í húsnæðiskerfinu sem er verið að velta fjárþörf sveitarfélagana yfir á húsbyggjendur og svo þeirra sem að munu búa í húsnæðinu til eilífðarnáms. Kannski fara þú veist það var að tala um 16 milljónir sem að væri brasskostnaðurinn. Það hefur verið reiknað upp í 23 milljónir og þú tekur gjöld sem að sveitarfélagin er að taka líka inn í það. Þannig þarna þetta er bara óheppi það sem er í staði verið að bregðast við vandanum og reyna að greina hann að komi besta lausni fyrir almenning. En þá er alltaf verið að velta vandanum ykkurt og hann lendir á skuldurum, hann lendir á barnafjölskyldum, hann lendir á almenningi og var ykkur að biðja það. En núna að því þetta er svona hallar á kvennastéttirnar, það er bara þannig, konurnar leikskólamálin eru svolítið meira á þeirra kvennuheldur en kallana og það svo er kvennaverkfall á föstudaginn til að benda á óréttlætið og það allt saman, en hvar sem við lítum þá eru konur við völd. Hefur staðan ekkert batnað við það að það eru konur sem ríkisstjórnin það er svona kvennaríkisstjórn og kona borgarstjóri og biskup og bara nefnið það er bara allur meirihlutin í borginni, allir oddvitaðir í ríkisstjórninni. Öll umræða jafnréttismál verður
miklu einfaldari og skýrari þegar maður áttar sig á því að það er ákveðin hópur aðalega kalla sem að telur það sé til tekna að vera karl og vill bara alls ekki jafnrétti. Það finnst bara að þá muni hann missa spón úr aski sínum og það er bara einfaldlega þannig því miður og enn þann dag í dag þrátt fyrir alla þessa fyrir alla þær framfæri sem að við höfum náð þá er ennþá í lagi að tala niður jafnrétti að tala niður jafnréttisbaráttuna að segja ekkert má lengur og svo framvegis og það er bara vaxandi hópur auðvitað í skjóli Bandaríkjaforseta sem að er að verða meira og meira vókal í þessum efnum og það er því miður ennþá þannig í trátt fyrir allar þessar konur í stjórnunarstöðum sem að valdastöðum að maður fer á fundi og maður kannski að hitta fólk á förnum vegi og maður með borgarstjórn við Reykjavík sem kona og mjög öflug og góð í sínu starfi, búin að vera lengi og með góða þekkingu á sínum málaflokkum að karlar horfa meira á aðstofamanninn þegar þeir eru að tala. Út af því að það er bara, þú veist, eitthvað sem að ég ekki segja þetta sé illmenni, en það er bara, þannig höfum við margir verið aldir upp og þannig erum við mótaðir af okkar umhverfi og svo framvegis, þannig að það er ennþá alveg gríðarlega mikil verk að vinna í því. Má ég aðeins að því að við erum að tala að ef konur fengja ráða þá verður heimurinn betri eitthvað með svona, að því að þetta kom aðeins til umræðin áðan og þá fletti ég upp í ræðu Aðalheiðar Bjarnfreðsdóttur sem að sló í gegn stjórnuna fyrir 50 árum sló í gegn á þessu fundi, vakti mikla athygli og það eru bara vika þangað til að eru 50 ár síðan þetta var sagt og hún segir svona, konan er að vakna, hún veit að karlmenn hafa ráðið í heiminum frá því að sögur hófust og hvernig hefur sá heimur verið? Hann hefur löðrað í blóði og logað af kvöl. Ég trúi að þessi heimur breytist þegar konur fara að stjórna til jafns við karla. Ég vil og ég trúi því að þið viljið það allar að heimurinn afvopnist. Allt annað er stjórnmálaglækir og hræsni. Við viljum leysa ágreiningsmálin án vopna, sagði hún fyrir 50 árum. Já, kvennahreyfingin náttúrulega var mjög nátengd og friðarhreyfingunni og var það alltaf. En ég segi sko, mér langar aftur að segja að við höfum náð ofboðslega miklum árangur á Íslandi. Það er alveg rosalega margir jákvæður og góður hlutir og mörguleiti mjög gott að vera kona á Íslandi með mörg önnur lönd og það er ekki út af einhverjum einstaklingum eða einstaka konum, það er út af hreyfingu. Og það er hreyfingin sem við búið þetta til. Við búum núna náttúrulega á tímum þar sem við erum alltaf að hugsa einstaklingin og hvað hann segir og hvað honum finnst og í hvað stöðu hann er eða hún er og horfum á hreyfingu og hugsum ef við ætlum að gera hluti vel og ná árangur fyrir samfélagið þá verðum við að vera að hugsa í hreyfingum og vera hreyfing og líta okkur svo hluta af einhverju og ég held að það sé miklu mikilvægara heldur en og það var aldrei, í því þeirri feminísku baráttu sem ég var í, það var aldrei eitthvað markmið einhver ein kona væri einhvers þar. Markmiðið var alltaf fjöldin, strúktúrarnir, meira niður með valdastóluna heldur konur í valdastóluna. Sko. Það var miklu sterkara þá. Það voru 10.000 kvenna á Lækjartorgi fyrir 50 árum. En samt gleymir enginn Aðalheiði Bjarnfreðsdóttur af því að konurnar nutu góðs að því hversa snillingur hún var. Já, þetta. Talaði blaðlaust og hélt ræðu sem að... Það eru náttúrulega alltaf einhverjir sem að standa í forgrunni. Ég menna, það tala allir Vigdísi en konur nútímans, valda konur nútímans, áhrif á konur nútímans. Já. Hvað gera þær? Þær eru bara, þær gera mörguleiti það sama náttúrulega bara og kallmið forsætisráður er bara forsætisráður hvort sem hann er kallmaður eða kona og það geta að sjálfsögðu verið mismunandi áherslur, nú er ég ekki að vitna inn en ákveðna forsætisráður svo það sé á hreinu, ég bara segja, það geta verið mismunandi pólitískar áherslur og einhverjar eru kannski kynbundnar en einhverja síður að starfið er það sama. Hvort sem þú er kona eða kall og ég held, þar lítur líka að vera eitt af því sem að er, partur af því að þetta er jafnrétti, við eigum ekki að vera, við eigum ekki endilega að vera, ekki það að við eigum að vera eins og þeir, en við eigum heldur ekki að vera að rembast við að vera allt öðru, við eigum bara að vera að gera það starfs, eins og sem þarf að gera eins vel og hægt er.
Það er á þrýstingur á konuna, kannski tengt því sem að Róbert var að segja, að hún standi sig eins og kallinn, hún verði að vera eins og kallinn og með hærri kröfur á hana heldur kallinn. Þannig hún að festist í því að bara vera kall í embættinu sínu. Ég kannski, þú veist, ég var nú kannski ekki að reyna að segja það. Ég var bara að segja, þú veist, að erum við að fara að horfa á ég veit ekki hvað ég er að segja sko, því að þetta er eitthvað svona, hvað gera konur í embættum, það sinna embættinu. Skilur við, þú veist, þú veist, svo getur við verið sammála einhverju og ósammála einhverju og allt það. Það móta stefnuna. Já, það móta stefnuna. Og í þessum málum líka. Ég held að sko stjórnmála konur sem að maður hefur fyrst með á Íslandi hafi eigið það svona sameiginlegt. Við nefnum kannski bara Ingibjörgu Sólrúnu og Katrínu Jakobsdóttur sem að hafa verið forystukonur og ég vil ekki segja að þær hafi orðið það á forsendum karlana út af því að þær voru ekki eins og urðu ekki eins og Thatcher fóru ekki að spila leikreglur karlana en þær eru báðar það sameiginlegt ef við skoðum til dæmis bara ræður þeirra og áherslur í pólitík sem að ég hef haft lengi mikinn áhuga á að þær tala miklu meira út frá staðreyndum og statistík heldur en bara tilfinningarökum sem að ég, meðan ég var í pólitík hafði miklu meira rými til þess að gera sem karl út af því að það var enginn einhvern veginn sem að var að fetta fingur út í það að ég sem umhverfisverndarsinni væri bara að tala fegurð náttúrunnar og upplifun þess að vera í óspilltu umhverfi og svo framvegis út af því að að ég bara má leika mér á öllu því sviði en leið og kona gerir þetta þá hún orðin svolítið væmin og hún orðin svolítið mikið kvenleg og það er svolítið krafa held ég að konur séu kallar fari inn á þetta svið. Manstu þegar Guðfríður Lilja varð reið í ræðustól það var eitthvað svona náttúruverndarmál mann örugglega Þjórsá og hún var sko svo reið að hún brast næstu í grát og það var bara allt á hliðinni hún hefði ekki hægt að missa svona stjórn og sér hún ekki og þetta var, ég man eftir þessu ef ég man þetta rétt, það var þetta mjög réttmætt reiði sko, en það var rosalega svona kona varð ofreið. Það þótti mjög erfitt. Hún verður alltaf svo æst. Já, það kemur eitthvað svoleiðis þú veist, og þá er það heldur bara þannig að við eigum það bara til við konu, við verðum svona pínlítið skrækar ef við, þú veist, og svona meðan að kallmaður sem verður, þú veist, hann verður jafnvel dýpri og þú heyrir ekki oft sagt kallmann, þú veist, ef kallmaður segir það sama kona sem að æst, skilur, þá var ekkert sagt við því þá hann var nákvæmlega sama tilfinningarlevel af því að bara hljómar pínlítið öðruvísi en svo man ég eftir það var nú aldamótin síðustu þá var ég að kenna námskeið sem að kallmenn kenndu líka og ég hafði áhyggjur af því að ég færi að fá svona hinar þessar erfiða spurningar og þeir bara horfða með strákarnir sem voru að vinna með mig og segja það er enginn að spyrja mig þetta ég fekk allar þessar spurningar, alltaf og þurfti alltaf og fann það bara fljótt út ég hafði 10 mínútur, svona 10 mínútur upp í 10-20 mínútur til að sanna mig og þá þurfti ég að fleygja einhverju sem fái vissu og ég horfði svona fólk alveg ok, þetta verður kannski allt í lagi þú veist, en ég var alltaf testuð þeir aldrei og þetta er þannig að það er alveg eitthvað til í þessu sko og töluvert mikið það er stundu sagt að kona á ekki bara að standa sig jafnvel og kall, hún þarf að standa sig betur. Ég held að sé bara þannig að þú þurfir alltaf að það sé ennþá svolítið svona viðloðandi í pólitík og í stjórnunarstöðum og öðru slíku að konur þurfi að skilja svolítið eftir af sínum kvenleika áður en það stíga inn á þetta svið og það er þetta bara alveg fáránlegt út af því að þetta snýstu þetta bara það að við erum mismunandi ólík og við erum að fá að koma í okkar krafti og okkar valdi og okkar persónu inn á sviðið og vera eins og við erum og konur eiga ekki að þurfa að tala með djúpri röddu og hæja málróm sinn og breyta setningum sínum eða vera bara eins og sem er eðlislegt bara allt í einu Albert Guðmundsson bara vera bara eins og þær eru og vera inn á þessu sviði og enginn spyrji eða velti fyrir sér að þetta sé kona umfram kall eða kall umfram konu það held ég að sé bara æðsta markmið okkar og eitthvað æðsta markmið sé að gera okkur grein fyrir því að launamisrétti, að fjöldi kvenna í stjórnunarstöðum er ekki bara eitthvað einangrað jafnréttismál eða eitthvað statistík, heldur mannréttindamál. Alveg burt sér frá öllu. Það er þú að tala svona innan úr stjórnmálum síðustu áratuga. En nú hafa vaknað upp stjórnmál sem að hlusta á þig og segja, ég heyr alveg hvað þú að segja, en mér langar ekki ángað. Mér langar ekki í auki jafnrétti. Ég veit það.
Já, af því að það bara henta mér og mínum ekki sérstaklega vel og ég heyr alveg gott að segja en bara það ekki þangað sem ég vil fara með samfélagið mitt. Og þetta bara raunveruleiki í dag. Já, þetta einmitt það sem ég var að segja og maður verður að gera sig grein fyrir því að það fólk þarna sem bara alfarið á móti þessu og þess ekki vegna þess að það skilur þig ekki. Nei, það vill bara ekki missa þennan spón úr raski sínum. Það í veit að það í forréttindastöðu, það vill halda þeirri forréttindastöðu og það telur sig til tekna að vera á þessum stað og það bara ekki góð þróun fyrir neitt samfélag að þetta sjónarmið verði ofan á. Og það býr mér til góðsögnum sjálfan sig sem það að því ég í forréttindastöðu þá ber mér að nota vald mitt til þess að hér verði til gott samfélag því að ef að þeir sem eru sterkir og hafa komist í forréttindastöðu af þeim sökum að þeir eru sterkir beita ekki afli sínu að þá fáum við hingað bara aumingja samfélag. Já. Þetta bara orðið ríkjandi siðferði í Bandaríkjunum. Það út af þessu sjónarmiði og sem að ég jafnaðarmaður og ég hef ákvað það mjög snemma að mér finnst þetta bara snúast fyrst og síðast það mannréttindi. Og ég held að heimurinn verði betri ef að sem flestir eru jafnir, ég held að heimurinn verði betri ef að það færra fátækt fólk. Það besta leiðin til þess að bæta heiminn að bæta stöðu þeirra sem standa veikast. Það ekki að fara að gera við hjá þeim sem hafa það best. Það skiptir máli hvernig þú gerir það vegna þess að þú ótt að bæta hana en ekki með svona ölmusu hugsun. Ekki með því allt sé fátæktaraðstoð. Algjörlega sammála því. Sem að mér svona pínlítið vera stemmingin í svona leikskólamálu Þeir eru eitthvað fátæktaraðstoð og barnabæturnar eru fátæktaraðstoð og allt sem að þú veist svona inn í þessu norræna velferðarmódeli, þú veist að þetta á að vera það sem sagt universal, þetta á að vera almennt og svo áttu þetta að sækja skattana og nota skattkerfi til þess að sækja fjármagnið en að vera með svona þetta almenna net og almennu grunnþjónustu held ég sé alveg ótrúlega mikilvægt og mér finnst við vera alltaf að reyna að taka fleiri og fleiri skref frá því veist, í staðin fyrir að þróa okkur áfram. Aftur, lækka húsnæðiskostnaði, það þarf ekki allir þess að bætur. Hér erum við nú brunin inn á tíma. Fórum ekki til vaxtadóm eða neitt svoleiðis. Það er einhver mér fannst það nefnilega þegar að kom dómurinn í Hæstarétti, þá var þetta svona, hvað er þetta eiginlega? Þetta er svona sigur fyrir neytendur uppskárunum þegar ekki neitt og mér fannst það nefnilega því að þann daginn þá var eiginlega Ástaló eina sem kom bara með þá afstöðu strax. Því að flestir vildu svona túlka þetta sem einhver svona sigur af því að í sjálfum sér unnu neytendur málið en uppskár ekki neitt. Já, mér finnst það ekki vera sigur. Ég bara get ekki, það auðvitað er sigur að bankarnir þurfa að laga eitthvað en að þeir komist upp með að hafa brotið á neytendum í mörg ár og þurfi á engan hátt að bæta fyrir það bara gengur ekki. Og það er eitthvað sem er algjörlega á skjön við dóma sem hafa fallið út í Evrópu og þú veist, þetta á ekki að vera hægt. Ef að skilmál er ólöglegur, þá er hann ólöglegur, algjörlega ólöglegur og þá á hann hreinlega að falla brott, þannig að þú veist að væri líka hægt að krefjast þess að þessi lán eru vaxtalaus en það er enginn að fara fram á það svo að það sitt ekki skýrt fram en þá ætti að minnsta kosti samningsvextir sem skrifar undir, þeir ætti að standa og ekkert annað. Það á ekki að vera, það bara gengur ekki, þú veist að tala sig skaða bankana, að þetta er ekki skaði, þeir oftóku fé, þeir hafa hagnaðast hvað var það, 87 milljarðar á síðasta ári, þetta hefði kostað þá 70 milljarða og ég veit mann sem heldur mjög vel utan þetta og hann hefur bara skrifað hjá sér og skráð í Excel bara nákvæmlega hvað hann er borgað og hvað hann hefði ekki átt að borga og svo framvegis 50 milljóna króna lán, mjög dæmigert, 30 ára gamalt og hann er búin að áborga 7 milljónir á þessum 3 árum. Þetta er hans skaði. Hver ætlar að bæta honum hann? Það er bara búið að ákveða hann eigi ekkert að fá fyrir það. Bankarnir megi bara halda þessu og ég spyr bara aftur hver er neytendur. Þannig að þetta var svona styrktum það efni í heilan Ég verið að fá hana í annað viðtal. Sláum gerum örstu hlýja þakkum Róberti, Höllu og Ástalóu fyrir komuna. Gerum örstu hlýja og svo klárum við bræður þáttekna.